að nefna það að Skotarnir eru náttúrulega rosalega nískir og Finnarnir eru náttúrulega rosalega fullir. Nema forsætisráðherrann, hann smakkar ekki vín. En ágætu samkomu gestir og félagir SAV, mikið var rosalega gaman að sjá hvernig Kristján Jóhannsson leit út þegar hann var ungur. Mér finnst alveg frábærlega fínt og ánægjulegt að það verið boðið að koma hingað til ykkar á þessa samkomu. Það vissulega mikið að vera í þjóðfélaginu, að margt sem gengur á, það eru langir vinnudagar og miklar áhyggjur hjá mjög mörgum. Það líka gaman að koma á svona skemmtun og slappa af með fólki sem hefur þurft að gangi í gegnum margs konar erfiðleika, þekkir þá að eigin raun og hefur tekist á við þá og sigrast á þau. Okkur í ríkisstjórninni auðvitað ljós sú sorglega staðreynd að nokkur þúsund manns leita meðferðar á ári hverju vegna ofneyslu áfengis og vímuefna. Það er nauðsynlegt að bregðast hart við slíkri ofneyslu með öflugri fræðslu og forvörnum, stuðningi við fjölskyldur í vanda og fjölbreyttum meðferðarúrræðum. Og ég fagna því sem framkom í máli Þórarins Tyrfingssonar hér áðan það með hvaða hætti samtökin ykkar með spítalann sinn sem við höfum reynt að styðja við bakið á þó að stundum hafa kannski mátt gera betur, ég veit að Þórarinn finnst það. En það vakti athygli mína ánægju þegar hann lýsti því fyrir okkur hvernig þeirra sín spítalinn mun bregðast við aðstæðum, nýjum aðstæðum hugsanlega eitthvað breyttum. En í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lögð áhersla á að þeir sem ánetjast þessum efnum eigi kost á viðeigandi úrræðum. Meðferðarúrræðin þurfa að vera nægjanleg fyrir þá sem ánetjast áfengi og vímuefnum og það þarf að tryggja að þjónusta á þessu sviði sé samþætt og markviss og gagnist öllum hópum sem á þurfa að halda. Fyrir rúmum 3 áratugum braut SAV í blað í sögu þjóðarinnar með því að leggja grunn að meðferðarstarfi sem ekki hafi þekkst áður hér á landi. Þannig gafst fólki kostur á að njóta meðferðar og árangursríkra úrræða sem áður voru ekki fyrir hendi. Stofnun samtakanna sýnir glöggt